Já, Höskuldur, riðlakeppni í Evrópu, hvernig er að heyra þetta? Þetta bara geggjað maður, risastórt og bara sætt og ætlum sannarlega að njóta þess í kvöld. Var það meira léttir eða bara ljúf tilfinning þegar það var flautað af? Svona blanda auðvitað, þetta var erfið rimma, erfiður andstæðingur þannig að það var vissulega léttir en svo bara geðveik tilfinning og þá svona virkilega fann maður hversu stórt þetta er og trompar allt annað sem maður gert í fótboltanum þannig að bara sætt og ótrúlega gaman. Þetta er bara stærra en allt annað? Já, ég held að það sé nokkuð ljóst og ég held að allir finni það og svona authentically finni það bara í öllum frumum. Það er svona, maður vissi ekki alveg ef þetta myndi hafast, þú veist hvað þetta myndi vera þýðingarmikið en þetta trompar allt annað. Tilfinningi svo þegar Viktor skoraði í leiknum? Já, bara geðveik og við stoltur á okkur að þú veist, mæta og taka frumkvæði strax og burtið frá markinu bara mæta með kassan út og hér fær engin neitt og þú veist, markið bara bónus, þannig að ótrúlega flott. Hildur þægilegt að hvernig leið þér með þetta? Kannski svona í retrospekt, þú veist, þá svona, já, við vorum alveg drullumassir og ekki að gefa neinn færi á okkur og en inn á maður, þú veist, hálf nójaður að bara okkur ekki konur í 2 eða 3-0 sem við hefum átt að gera en bara halda hreinu á móti bara mjög erfiðu og spræku og svona kaotísku strúkalið, það er bara ótrúlega sterkt og flott. Er eitthvað, þú veist, ertu stressaður núna að þurfa að skipta aftur í deildina að ná fókusunum aftur? Nei, alls ekki, það er náttúrulega bara mikið undir núna, við erum með góð lið á bak okkur sem að vilja gera tilkall í 3. sætið og maður veit ekki hvort það verður bara síðast sætið að gefa Evrópu þannig að við þurfum sannarlega ef við ætlum að taka þátt í svona partí á næsta ári að standa okkur þar, klára það með bara alla leikina sem eftir eru með krafti. Þegar þú hófst meistaraflokksferilinn og bara ferilinn í fótboltanum, áttur ekkert tíma vonaði að fara í riðlakeppni? Nei, nei, ekki þannig sko, en svona ég myndi segja frá því að þjálfarateymið tekur við í ársbyrjun 2020 og þá fór maður svona að trúa, eða sem sagt fekk þessa barnalegu trúa bara já, við getum matsað hvaða lið sem við mætum og það hefur í rauninni skilað sér í, ég veit ekki hvernig tölfræðin er, að síðustu af 11 heimaleikjum með eitthvað undir stjórn þeirra þá við unni 9 Kópavogsvelli. Það hafa sannarlega verið sterkir andstæðingar og þannig að það, þú veist, trú flytur fjöll og það sannast bara og þetta er afraksturinn. Vonar vantilega að þið fá að spila heimaleikina eitthvað áfram? Já, auðvitað, ég tel það langsótt en vonandi er ég með að við undanþágnum sem við gefna í Makedóníu þá ætti það nú að hægt að vera setja einhvern auka kastara hér eða hvað sem þarf. Þannig að vonandi en síðan spilum maður bara það sem mann er satt að spila. Hvernig var að spila fyrir framan þessa stúku í kvöld? Það bara gefur auðvitað aukinn kraft og ég var alveg til í að þetta væri svona alltaf og svona vill á þess að senda einhverja pillu þvert á móti bara hvetja Kópavogsbúa og þá sem mættu í dag að halda því áfram og í rauninni sama hvað leikur það er eða hvað viðburður, þú veist, eftir því sem þau geta skilur við, því þetta sannarlega munar þegar maður fær 12 mannin í rauninni inn á og bara sem er að peppa mann áfram og það gefur orku. Þú með eitthvað óskamótur í riðlinum? Bara, þú veist, því að í rauninni þetta er allt kannski Aston Villa, það er svona helst, en svo bara tekum maður því sem að þetta er allt bara flott lið þarna og ég held sem mikilvægt að vera ekkert eitthvað litlir með það, þú veist að núna þurfum við bara að halda áfram og gera eitthvað í þessum riðli. Þannig að við erum það barnalegir að við förum með það hugafar áfram í þetta. Þú erum einhverja umbúr hvað úlliðin, sýndu mér aðeins hvað þetta er og hvað er þetta? Ég bara tóknaði illa úti í Kaupmannahöfn, lenti illa og það eyðilagði golfsumarið. Þannig að það er alveg það, svo spilum maður bara með spelku, truflum maður ekki þannig í fótboltanum en verða fyrir golfið, því að forgjöfum var sannarlega í frjálsu falli. Takk fyrir þetta, Höskuldur, að fara að fagna með strákunum. Já, takk.